Já, góðan dag og verið velkomin á okkar 10. hrafnaþing núna í vetur. Ég heiti Heiðrún og sé hrafnaþingið á vegum Náttúrufræðistofnunar. Í dag fáum við erindi frá Önnu Báru Másdóttur, doktorsnema hjá okkur og hjá Háskóla Íslands. Hún ætlar að flytja fyrir okkur erindið Svipfarsbreytileiki og stofnerfðafræði íslenska heimskautarefsins. En refurinn hefur jú sérstöðu hér á landi að vera einangruð frá öðrum stofnum, en það er kannski meira breytileikin innan stofnsins hérlendis sem verið að skoða í þessu erindi. Áður en ég sendi boltan yfir þá langar mig til Maríu Harðardóttur sem stýrir umræðum á eftir. Þá langar mig að biðja þá sem á netinu og hafa spurningar eða athugasemdir að skrifa þær í Q&A, spurt og svarað hérna dálkinn á Teams. Þá hægt að fara yfir þær í lokin. Jafnframt gestabók sem látin ganga í sal sem hægt að skrifa netfangið sitt við og vera á póstlista hrafnaþings. En að því sögðu, yfir til ykkar í Urriðaholtið. Takk. Já, hæ. Herri, ég var bara að komast að því núna, ég þarf hérna að vera með þessi fallegu headphones til að tala. Þannig að já, þið með bara láta mig vita ef ég eitthvað öskra í mikrofóninn. En já, ég heiti Anna Bára og ég hérna doktorsnemi hjá Náttúrufræðistofnun á Háskóla Íslands og ég ætla hérna í dag að kynna fyrir ykkur verkefni mitt íslenska heimskautarefinn og svona segja ykkur frá helstu niðurstöðum sem að ég komið í dag. En svona í stuttumáli þá snýst verkefni mitt svolítið að bara skoða breytileikan inn til landsins og svona meta innbyrðis strúktúrinn íslenska refastofnsins. En ég vil líka svolítið taka fram að ég ennþá alveg á fullu í doktorsnáminu mínu, þannig að þetta ennþá svona í vinnslu og margt sem ég enn að skoða og vinna í. En áður en ég fer svona að kafa svolítið í verkefni mitt, þá ætla ég að kynna aðeins eða tala aðeins íslenska heimskautarefinn og svona sérstöðu hans hér. En heimskautarefurinn, hann hánorræn tegund og útbreiddur á meginlöndum og eyjum allt norðurheimskautið. Og syðst þá finnst hann við Hudsonflóa í Kanada og nyrst þar hann í Norður-Grænlandi. En Ísland svona eina landið innan útbreiðslusvæðis hans þar sem að hann tengist ekki hinum svæðunum. Hvorki landfræðilega eða með hafís. Þannig að íslenska refurinn hefur verið svona frekar einangraður frá öðrum stofnum í töluvert langan tíma. En hérlendis þar refurinn eina upprunalega landspendýrið og svona sannur frumbyggi landsins. Þar sem öll önnur landspendýr hafa verið annaðhvort flutt hingað af ásettu ráði eða svona óvart. En já, refurinn hefur verið hérna í árþúsundir og hefur líklega átt heimkynni hér allt frá lokum ísaldar fyrir 10.000 árum eða þegar að ísaldarjökullinn bráðnaði og landið var íslaust og einangrað. En svona elstu leifarnar sem hafa fundist hér 3500 ára gamlar og voru kjálkabein sem að fundust við vegagerð norður á Ströndum árið 2004. En það sem að gerir íslenska refinn svolítið frábrugðinn öðrum stofnum líka að hér hann eitt af svona fáum topprándýrum á landi og ekki í samkeppni við önnur rándýr svona eins og til dæmis rauðrefinn í mörgum öðrum löndum. Rauðrefurinn hefur líka fjölgað sér mikið annars staðar og svona færst norðar með hlýnun á norðurslóðum. Og heimskautarefurinn alveg að hopa undan þessari samkeppni. Og hér á landi einnig engir læmingjar, en það svona ákveðin tegund af nagdýrum
sem mjög mikilvæg fæða melrakkans í öðrum löndum og alveg svona það mikið að erlendis talað 2 vistgerðir af refum eða svona 2 típur. Það sem eru læmingjatófur og svo strandatófur en þessar síðari eru þá meira að lifa á lífverum frá strandsvæðum. En já, læmingjar þeir fylgja mjög svona sveiflukenndum stofnbreytingum á 3 til 5 ára fresti. Þar sem að sum ár eru mjög mörg dýr og önnur ár ekki eins mikið og refirnir fylgja mjög mikið þessum sveiflum. Þar sem að læðurnar eru mjög frásamar á góðum læmingjaárum og eignast alltaf 16 til 18 yrlinga en á slæmum læmingjaárum þá jafnvel lifa engir yrlingar af. En svona hér á landi þar frjósemin lægri en mun stöðugri og sveiflast ekki í einhvern svona takti. En já, gotstærðin einmitt mjög stöðug en það bil 4 til 5 yrlingar í goti að meðaltali á hverju ári og getið séð hérna á þessu grafi að þetta eru bara gögn frá yfir mjög langt tímabil. En síðan líka einnig það sem áhugavert að læðurnar hérna þær eru alveg frjósamar alveg til 9 ára aldurs. En já, þar sem við höfum ekki þessar læmingjatófur hérna að þá erum við samt með okkar svona eigin 2 konar vistgerðatýpur af refum og það byggist á mismunandi búsvæðavali og fæðuvali. Annars erum við með strandarefina sem að búa þá nálægt sjó og hafa aðganga rekafjöru og eða sjófuglabið og þá þeir helst að éta eins og sjófugla og æðarfugla og líka bara önnur dýr af hafrænum uppruna eins og fiska og hryggleysingja og hræ af hvölum. Og hins vegar það síðan refir sem búa meira inn til landsins. Og þeirra fæðuval byggist meira á eins og vaðfuglum og rjúpunni, heiðagæsum, músum og berjum. Og það þetta einhver skörun þarna á milli. Þessi skipting mjög landfræðileg, þannig að á meiri hluti refa á svona vesturhluta landsins erum við með eins og til dæmis Vestfirðir og Snæfellsnes, þar erum við með þessa strandavistgerð á meðan á svona austurhluta landsins höfum við innlandsrefina. Og þetta alveg byggt á nokkrum mismunandi rannsóknum sem að hafa verið gerðar hér á landi sem að hafa ýmist verið að skoða fæðuleifar við greni eða magainnihald eða saursýni og líka greiningu ísotópa. En já, ísotópagreining í svona stuttumáli aðferð sem að notar bein eða hár eða fjaðrir af dýri til þess að greina hvað það hefur verið að borða. Og hérna á þessu grafi þá verið að sýna hvernig strandarefirnir eru líklegri til þess að vera að neyta fæðu af hafrænum uppruna og þeir refir sem búa inn til landsins eru meira að neyta fæðu af svona landrænum uppruna. Og rannsóknin mín síðan að fara að byggja ofan á þessum ályktunum það að við höfum þessar 2 vistgerðatýpur. Og já, ég kem að því aðeins síðar. Já, staða tófunnar mjög misjöfn. Á Norðurlöndunum þar hefur tófan verið á válista sem tegund í bráðri hættu. Þar sem helstu orsökin samkeppnin við rauðrefinn, eins og nefndi áðan, breyttar sveiflur í nagdýrastofnum þar sem að það eru lægri toppar og lengri millibil á millitoppana og svo líka þéttur barrskógur að færast norðar og það búsvæði sem að tófan ekki hrifin af. Svo minni hafís að myndast og svo auðvitað veiðar á refnum. Og vegna þess að þá hér á landi 90% af Evrópustofninum og Ísland stór ástæðan fyrir því að þessi tegund mest sem stöðug á heimsvísu. Og þess vegna höfum við líka svolítið okkar skyldu að gegna að viðhalda lífvænlegum stofni tegundarinnar hérlendis. En eins og margir vita þá hefur melrakkinn verið veiddur á Íslandi bara alveg frá landnámi þar sem hann þótti alltaf vera ógn við búfénað en var líka til að byrja með þar sem að refafeldurinn var mjög verðmætur og var nýttur sem gjaldmiðl í upphafi byggðar
En árið 1994 þá var íslenski refurinn friðaður með lögum en veiðar hafa samt vissulega fengið að halda áfram með því ákvæði að sé til vernda búfé og náttúru. En já, þökk sé þessum veiðum og skráningar á veiðitölum og það að refaskiptur eru að senda hræin hingað á stofnunina að þá hafa þessi gögn og sýni sem að við höfum getað safnað gert okkur kleift að rannsaka refinn í mjög miklu mæli. Og rannsóknir og vöktun á refastofnunum hófst á 8. áratug 20. aldar og í dag erum við með samfelld gögn úr sýnatökum og mælingum síðan 1979 ofan á veiðitölur sem að við höfum yfir 70 ára tímabil. Og hérna svona smá skjáskot af ferlinu og svona hvernig sýnum safnað hér. En þá fáum við þess að hræin send til okkar, þau eru krufin og mæld og sýnitekin. Svo tökum við hausinn til þess að ná kjálkabeinunum og einnig vígtönnum að því við notum það til þess að aldursgreina dýrin og þá getið séð það á þessari bláu mynd að þá tekið þverskurður af vígtönnunum og þá hægt að telja svona árhringi. Og já, og eins og segi, þökk sé þessu þá hefur mikil þekking safnast íslenska refinn en það náttúrulega alltaf hægt að vita meira og þess vegna ég hér í dag. En ég líka hluti af frábæru refateymi undir stjórn Esterar hérna á Náttúrufræðistofnun og doktorsverkefni mitt svolítið hluti af stærra rannsóknarverkefni og það svona stuttlega snýst að meta stofngerð og stofnbreytingar og lífvænleika íslensku tófunnar undir álagi af völdum veiða og umhverfisbreytinga. Og þetta verkefni skiptist í nokkra verkhluta en svona lokamarkmið að vinna ítarlegt stofnlíkan eða módel sem að tekur saman alla þessa verkþætti ásamt fyrirliggjandi gögnum og notar það til að auka skilningin á stofnbreytingum hérna. Til dæmis stofnstærð eða sveiflum í stofninum milli ára og þá hverjir helstu áhrifaþættirnir eru ásamt því að spá fyrir áhrif veiða og loftslagsbreytinga. Og með þessu líkani erum við líka að vonast til að geta nýtt það til að taka ákvarðanir í verndun og veiðistjórn tegundarinnar hérlendis. En já, mitt hlutverk í þessu verkefni svolítið að meta breytileikann innan landsins og eins og segi, skoða svona innbyrðis strúktúrinn og stöðu hans milli ólíkra landsvæða. Og ég að gera það svona á tvenna vegu. Þannig annars vegar ég að skoða svipfarsbreytileika sem bara svona fancy orð yfir einhvers konar útlitsbreytileika og hins vegar með erfðagreiningu. Og hérna það markmið mitt að komast að því hvort við ættum frekar að vera að líta á íslenska refastofninn sem bara eitt stofn eða eitt þýði eða hvort við ættum frekar að vera að koma fram með hann með svona minni hópa innan landsins. Og já, og eins og ég nefndi áðan þá ég mjög mikið að byggja mínar rannsóknir á ályktuninni að við höfum þessar tvær vistgerðartýpur, þá innlandsrefi og strandarefi. Og í verkefni mínu þá ég að einblína á þessi 3 svæði innan landsins sem hérna Vestfirðir, Austurland og Suðvesturland. Og þessi svæði voru valin vegna þess að þau hafa svona hvert sitt einkenni. Vestfirðir náttúrulega bara ein löng strandlengja og þar eru strandatófurnar. Og svo á Austurlandi og Suðurlandi erum við með þessi innlandssvæði. En þau eru síðan innbyrðis mjög ólík. Á meðan á Austurlandi hefur svæðið svona haldist frekar stöðugt og óbreytt í gegnum tíðina að á Suðurlandi hefur náttúrulega verið frekar mikla breytingar og mikil uppbygging innviða. Svo sem eins og fleiri og breiðari vegir og raflínur þess og kruss og sumarhúsum að fjölga eins og engin sé morgundagurinn.
Og svo náttúrulega skógræktarfólk að gera sitt sem ég ætla ekki að fara nánar út í. En þannig að Árnessýslan undir miklum áhrifum mannsins og það mikil búsvæðaröskun í gangi þarna. Og það hafa verið fuglarannsóknir á þessu svæði sem sýna að þetta að hafa mikil áhrif á fuglategundina þarna og þessi fuglar náttúrulega bara fæða refsins. Þannig að við erum svolítið svona að gera ráð fyrir að þetta hafi líka áhrif á refina þar. En já, ég talaði svipfarsbreytileika og þar sem að þessar tvennar vistgerðartýpur hafa mismunandi fæðuval, að þá svipfarsbreytileikinn sem ég að fara að skoða í kjálkabeinunum. En kjálkabein eru sérstaklega áhugaverð til að kanna mun á hópum sem hafa mismunandi fæðuval og sérstaklega einmitt rándýr, þar sem að þau hafa bein áhrif á vöðvana í kringum kjaftinn og bitkraft til dæmis. Og þessi mismunur getur endurspeglað aðlaganir og þróun að umhverfinu. En hérna á Náttúrufræðistofnun erum við einmitt með safn af rúmlega 13.000 refa kjálkabeinum og fyrstu kjálkabeinin eru frá 1972 en þegar að vöktun refastofnsins hófst, þá hófst þessi söfnun almennilega. Þannig að við erum með í okkar höndum yfir 45 ára sögu af íslenskar efnum í kjálkabeinum. Og eins og ég nefndi áðan þá þetta allt fengið frá refahræjum sem hafa verið send til okkar af skyttum allt land. Og það sem ég að gera að ég að skoða heildarlögunina á beinunum með því að taka myndir af þeim og fá forrit til þess að lesa útlínurnar. Þetta kannski ekki beint forrit, þetta R-pakki sem heitir Shape R og var þróað af Snæbirni Pálssyni sem leiðbeinandi minn í Háskólanum. Og já, það kannski hljómar rosalega einfalt en þetta hefur alveg tekið sína vinnu og ég hef alveg þurft að ganga í gegnum mín trials and errors á góðri ensku. Til að byrja með þá fékk ég myndir í hendurnar frá fyrrum nemanda Estrar og þegar ég reyndi að keyra þetta í gegnum forritið þá gat það bara alls ekki lesið munin á milli hvíta bakgrunnsins og hvíta beinsins. Þannig að það fór til að byrja með heilmikið vinna í það að reyna að fjarlægja bakgrunninn eða breyta litnum á honum. En þá oft kliftust tennurnar burt líka. Þannig að ég var á einum tímapunkti farin að handsníða tennurnar aftur inn á myndina og þið getur bara ímyndað hvað það tók langan tíma. Þannig að ég ákvað bara að gera þetta bara sjálf og taka bara myndir sjálf af þessum beinum að ég þurfti hvort ég líka stærra gagnasafn að þessar myndir voru yfir mjög stutt tímabil. En það líka alveg tók vissulega sínar tilraunir einnig að því það tók tíma að finna réttan bakgrunn og réttar stillingar og réttar úrvinnslur á myndunum og svo að pröfa að keyra í gegnum forritið og ég fékk áhugaverðar myndir út stundum. En að lokum þá tókst mér að ná þessum fallegu myndum og lesa útlínurnar á kjálkunum. Og svo að lokum náði ég þá að með þessu forriti að taka saman meðaltölin eða meðallögunina fyrir hvert landsvæði. Og þessi mynd byggð á 360 kjálkum af báðum kynjum frá árunum 1982 til 2018 og frá þessum þremur svæðum. Og hérna getið þið svolítið séð hvernig vestfjarðarrefinir sem eru græna línan, þeir skera sig nokkuð vel úr á aftasta part kjálkans. Og þessi lögun tölfræðilega aðskild frá hinum tveimur. Og það virðist sem að hausinn sé svolítið að hallast meira aftur og ég þessar myndir að svolítið skoða í literatúrnum hvaða merkingu það hefur og sérstaklega þá eins og fyrir fræðina á bakviða eða biomechanics og þá tengja það einmitt við fæðuvalið. En það sem ég hef fundið hingað til að þessi halli gerir þeim kleift
til að opna kjálkann meira og hafa stærra gen og það passar einmitt við fæðuvali hér af því að Vestfjarðarrefinir, það eru strandarrefinir og fæðan þeirra mestmegnis sjófuglar og þeir eru að jafnaði stærri og þyngri og með stærri egg, þannig að heldur en eins og vaðfuglarnir og spörfuglarnir sem eru inn til landsins. Þannig að já, þeir þurfa þá einmitt þar af leiðandi svolítið að opna genið meira og við getum séð það í aðlöginni hérna. Svo langaði mig líka svolítið að skoða hvort það væri einhver breytingar milli ára. Og hérna sem sagt, 1, 2, 3, 4, þetta eru bara mismunandi tímabil. Þannig tímabil 1 er frá 1982 til 1990 og svo bara koll og tímabil 4 endar þá árið 2018. En eins og þið sjáið þá virðist ekki vera mikill munur hér. En ég skoðaði þetta líka á Suðurlandi að ég var mjög áhugasöm að sjá hvort að það væru einhverjar breytingar út af búsvæðaröskunni sem búin að vera í gangi þar. En svo virðist ekki. Þá fékk ég eiginlega bara mjög svipað graf út. En já, það kannski líka ekki endilega endurspeglast í lögun kjálkanna, þessar búsvæðaraskanir þar, kannski meira frekar á bara lífvænleika eða stærð refana þar, eða stærð refana sjálfra á svæðinu. En það sakaði ekki að skoða. Svo ég hérna með PCA-graf eða CAP-graf, þetta svona það sama. Það bara aðferð til þess að svolítið súmmera saman mikið af mismunandi upplýsingum yfir á eitt graf með 2 ása. Og eins og hér til dæmis hef ég tekið saman öll tölulegu gildin sem fengust við það að búa til þessar útlínur út. Og þá líka bæta við áhrifum af aldri og kyn og ár og sjá hvernig svæðin raðast upp á því grafi. Og eins og við sjáum þá Austurlands- og Suðurlandsrefinir, þeir eru hana mjög nálægt hvor öðru og Vestfjarðarrefinir svolítið skera sig úr og þetta bara staðfestir það sem við vorum að sjá áðan. Já, og svo ég líka að skoða erfðabreytileikann á refum frá þessum 3 svæðum og markmiðið hérna svolítið að skoða erfðafræðilega tenginguna á milli þessara svæða. En einnig líka til að nýta þessar erfðaupplýsingar til að skoða sögulegar stofnsveiflur eða effective population size á ensku yfir margar kynslóðir. Og það það þýðir eiginlega að reyna að sjá aftur í tímann hvernig stofnstærð refsins hefur breyst allt frá lokum ísaldar eða fyrir 10.000 árum og þá þetta ekkert eitthvað nákvæmar tölur en meira bara svona sjá hvernig ferlið búið að vera. En já, þessi svona stofnerfðafræðikafli, hann eitthvað sem ennþá mjög mikið að vinna í og þá sérstaklega þetta síðarnefnda með virku stofnstærðina. Þannig að ég því miður bara ekki komin nógu langt í því til þess að sýna einhverjar niðurstöður. En ég kom með eitthvað með erfðabreytileikann. En já, það hafa verið gerðar áður takmarkaðar erfðarannsóknir á íslenska refnum þar sem svona bútar úr erfðamenginu hafa verið skoðað. En það sem ég að skoða allt erfðamengið. Og þannig að ég með mun meiri upplýsingar til að vinna úr og greina. En ég hef einmitt einangrað erfðamengi á 62 refum, það bil 20 per svæði. Og fyrsta skrefið, eða svona með fyrstu skrefunum sem ég þurfti að gera, var að reyna að komast að því hvort að einhverjum af þessu refum væru of skyldir og gætu þar leiðandi skekkt niðurstöður eða aðrar greiningar. Og þar notaði ég þessa aðferð sem hefur þessa 3 skyldleika stuðla, R0, R1 og King. Og það byggt á þessari grein sem með þessum gröfum. Og þetta bara, aðferð til þess að meta skyldleika á milli 2 einstaklinga. Og hérna ég að endurgera svolítið neðra grafið með mínum gögnum og við getum séð þarna að það eru nokkur pör sem eru að metast mjög skyld.
og alveg annarkvort sem svona parent offspring eða full siblings eða þá foreldra afkvæmi eða systkini. Og svo ef ég endurgerði líka neðra grafið þá fæ ég bara eiginlega sömu niðurstöður og sömu pörin. Þannig að þetta endaði á að ég þurfti að fjarlægja 5 einstaklinga úr greiningunni minni. Svo þetta líka eitt af gröfunum sem að ég búin að gera þar sem ég að skoða skyldleikastuðlinn R1 á móti fjarlægð refanna í kílómetrum. Þannig að hver punktur á grafinu þá par af 2 refum og hver litur táknar þá frá hvaða svæðum þessi 2 refir voru frá. Og já, eins og hérna græni þýðir þá að annar refurinn frá Austurlandi og hinn frá Vestfjörðum. Já, hann getið séð hérna. Og við getum séð hérna að skyldustu refinir eru nokkuð nálægt hvor öðrum sem að var kannski svolítið gefið og líka hann að skyldustu refapörin skora svolítið hátt á R1 skálanum. En mér langar svolítið að reyna að gera þetta graf aftur eða svona svipað nema ekki skoða bara 2 punkta eða kílómetrarnir eru bara 2 staðningapunktar og bein lína á milli og Ísland ekkert svoleiðis, það landslagið, það eru fjöll og það eru dalir og ár sem eru að hindra far á milli refanna, þannig að markmiðið er að reyna að gera þetta graf svolítið aftur og taka tillit til þessar mismunandi landslaga. Og svo hér ég búin að taka saman erfðagögnin og einfalda það yfir á PCA-graf eins og ég lýsti áðan. Og svo ég hérna líka með lítið kort sem að sýnir staðsetningarnar á refunum og þetta eru svona samsvarandi litir, þannig að grænir eru frá Vestfjörðum, blá eru Suðurland og rauður Austurland. En já, við getum séð hérna hvernig refinir þeir hópast nokkuð vel saman í samræmi við uppruna en einnig upp á vistgerðirnar. Þannig getum séð á X-ásnum á fyrra grafinu, þar eru suður og austur refinir svona á sama bilinu sem gefur til kynna að þeir eru erfðafræðilega tengdari heldur en vestfjarðarefinir sem er einmitt skiptingin hérna á milli strandarefa og innlandsrefa. En það sem var líka mjög áhugavert við þetta graf var þessi hérna útlægi. Þetta vestfjarðarefur sem virðist samt vera skyldari Suðurlandsrefunum. En þetta er svona heppileg mistök sem eiginlega urðu af því að þegar að ég var fyrst að velja sínu mín fyrir þessa greiningu þá hélt ég að hann væri frá Norður Ísafjarðarsýslu eins og allir hinnir. En þegar ég fór yfir staðsetningun hans þá var hann veiddur hann á hálsinum á Vestfjörðum. Og þetta svona gæti gefið til kynna að það einhver svona gradient eða stigbreyting yfir allt landið. Þannig að væri mjög áhugavert að reyna að kannski gera svipaða rannsókn aftur nema að hafa fleiri punkta yfir allt landið og skoða þannig. En í staðinn fyrir að vera með svolítið svona 3 einangri svæði. En síðan líka vissulega, þetta bara 1 refur, þetta 1 punktur þannig að kannski ekki hægt að gera alltaf miklar ályktanir út frá því. En já, það ýmislegt fleira sem að mig langar að skoða með erfðamengjagögnin og svona kafa aðeins dýpra og reikna aðeins fleiri lýsistærðir eins og til dæmis arfblendnina bæði innan svæða og millisvæða, erfðafjarlægðir á milli einstaklinga, skyldleika æxlunina, stökkbreytingarbyrði, hvort að einn hópur sem meiri stökkbreytingar en annar og það kannski svolítið beintengt skyldleika æxlun og svo eins og ég nefndi áðan að skoða þessar sögulegar stofnsveiflur frá ísöld. En já, ég verð samt svolítið að sjá til hvernig það gengur og hversu mikinn tíma ég hef af því að með erfðamengjagögnin þarf að skoða svo mikið, það er svo mikið sem maður hefur í höndunum
En ég vil líka ekki kannski vera að eilífu í þessu doktorsnámi, þannig að ég verð einhvers staðar að setja stopp. En já, við sjáum bara hversu langt ég kemst. Þannig já, ég held að þetta sé kannski bara góður lokapunktur á kynningunum mín í dag, en ég vil enda á að sýna ykkur frábæra refateymið sem að ég er hluti af. Og það samanstendur af nokkrum sérfræðingum og nemum og þetta er bara heilt yfir hópur af frábæru fólki sem hefur veitt mér mikla hjálp, mikla innsýn og já, bara verið rosa gott stuðningsnet. Þannig að já, takk fyrir mig og takk fyrir að hlusta. Takk fyrir þetta, Anna. Eru einhverjar spurningar úr sal? Já, Eydís. Nei, ég fékk spurningu hvort að ég hafi skoðað kjálkabeinið sem fannst þarna fyrir 3.500 ára gamalt. Nei, ég hef ekki ennþá séð það. Það væri samt mjög áhugavert að fá að sjá það og kíkja á það. Já, Heiðrún, eru einhverjar spurningar á Teams? Það eru engar spurningar á Teams, eins og engar spurningar. Já, Kjartan. Það er mjög góð spurning. Ég fékk spurningin að hvar væri refurinn fallegastur. Hann er náttúrulega bara fallegur allt land. Ég get ekki val á milli. Sko, hann var síðast, já, ég gleymi alltaf að endurtaka spurninguna í salnum. Ég fékk spurninguna hver er stofnfjöldi refsins í dag. Hann var síðast metinn 2018 og þá held ég hann hafi verið í kringum 9.000 dýr. En við erum einmitt að vonast til að með hana líkaninu sem við erum að vinna í núna, að það geti verið nýtt til þess að meta stofnstærðina núna í dag og líka bara síðustu ár og jafnvel leiðrétta ef að stofnstærðin síðustu ár er frá 2018 og tilbaka hafi kannski ekki verið nægilegar. Þannig já. Já, ég fékk spurninguna hvort það hafi verið gerðar svipfarsbreytingar eða kjálkamælingar á tófum annars staðar. Nei, ég held ekki. Það er sko, það var nýlega komið grein af tófum frá, mér minnir að hafi verið Svíþjóð. Það sem var, það var rauðrefur. Nei, ekki svo ég viti. Það er mjög mikið af greinum sem ég sé af mink. Þannig að ég hefur svolítið að vera að skoða það. En já, eins og segi, þessi grein sem var gerð af rauðrefnum, þá var verið að skoða munin á refum sem að fundust svona innan bæjar og fyrir utan bæ og þá voru að sjá að refinir innan bæjar, þeir voru svona, þá var bæði kjálkabeinin og hauskúpan skoðað og þá var það, þeir voru svona svolítið feitari og styttri og þá voru að meta að þeir voru krúttlegri og væru líklegri til þess að fá mat frá fólki innan bæjar. Þannig að það var líka einmitt mjög áhugaverð stúdía sem svolítið svona kveikti líka áhugann á þessu. Já. Já, var spurt hvort það er vitað greni í nálægð við höfuðborgarsvæðið. Ekki svo ég viti, en við höfum einmitt fengið mjög fá hræ send hingað frá skyttum hér nálægt
og það væri náttúrulega bara frábært að fá fleiri. En já, ég held að kannski Ester sé með meiri vitneskju það en ég með hvar greni eru og svona. Það spurning af netinu. Já, það spurning á netinu. Það Ragnheiður Ólafsdóttir sem spyr hvers vegna eru veiðar leyfðar? Já, ég fekk spurninguna hvers vegna eru veiðar leyfðar. Það rosalega góð spurning. En það, eins og ég segi, það þetta ákvæði að refurinn sé að fara í búfénað og að fara í æðarfugla og eru að hafa áhrif á náttúruna. Þannig að já, þetta svona að halda því í skefjum í rauninni stutta svarið. Já, ég fekk spurningu sal hvort að refurinn getur verið að fara yfir ár og getur svona, já, stunda far yfir ár. Nei, ég ekki svo viss það sko, af því að minkurinn miklu meiri svona sundkappinn okkar. En já, ég ekki alveg 100% viss það, en ég myndi giska ekki að refurinn sé að komast yfir svona jökulsár svoleiðis. Eru einhverjar fleiri spurningar á Teams? Það önnur spurning á vefnum sem frá sama spyrjanda: finnast leifar af búfénaði við grenin? Já, ég fékk þessa spurningu að finnast leifar af búfénaði við greni. Nú ég ekki alveg viss af því að það sem að ég hef allavega séð í fyrir rannsóknum að það alveg að finnast leifar af búfénaði í magainnihaldi en þá það aðalega líka að því að skyttur setja oft út agn. Það oft annarkvæmt hestar eða kindur. Þannig að það rosalega erfitt að meta hvort það sé frá veiðar af refnum eða hvort það sé bara að þau hafa farið í agn. Já. Já. Já, ok, ég þarf að endurtaka spurninguna sem ég fékk úr sal. Ég fékk þá spurningu að það sem ég að skoða þennan mun á milli landsvæða hérna, hvort að það ætti að, hvað segir, getur sagt einu sinni enn? Já, ok, og spurningin hvort það ætti að stýra verndun samkvæmt þessum svæðismun. Já, það líka sko markmið okkar að með líkaninu að eins og bara með rjúpuna að hún svona svæðisstjórnuð svolítið, að kannski það sé sama gert fyrir refinn á Íslandi. Hvort það einmitt verndun eða veiðistjórnun eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það og já, ég held að niðurstöðurnar mínar geta alveg bent á það að við ættum kannski svolítið að líta á refinn frekar svæðislega heldur en bara sem einn stofn eins alls staðar.
Já, ég fékk þess spurninguna hvort að læmingjatófurnar sem eru erlendis myndi frekar líkjast strandareifunum eða innlandsreifunum okkar og ég myndi segja að væru miklu frekar með innlandsreifuna af því að erlendis eru það læmingjatófur og svo strandatófur. Þannig að við erum með okkar strandatófur og þá innlandstófur. Þannig að já, ég myndi klárlega tengja frekar við þær. Einhverjar fleiri spurningar? Já. Já, takk hérlega fyrir. Takk fyrir þetta, Anna. Mér langar bara að bæta við þolinmæði er greinilega mjög mikil dyggð hjá þér með að teikna upp kjálka og skönnun og allt svoleiðis. En á næsta hrafnaþingi kemur til okkar hún Aldís Erna Pálsdóttir og hún ætlar að flytja fyrir okkur erindið mófuglar, staða og ógnir. En þangað til næst. Takk fyrir í dag. Bless, bless.